Velkomin á Krossgötur þjóða, spjallum alþjóðamál. Ég heiti Magnús Björnsson og starfsmaður Háskóla Íslands. Og ég Jón Þorvaldur Heiðarsson, lektor við Háskólann á Akureyri. Gaman að sjá þig núna aftur. Við erum búin að taka nokkur spjall hérna áður. En áður við byrjum á það sem við ætlum að tala um í dag. Ég sé að þú ert búin að flagga hérna glæsilegum fána í bakgrunninum. Hvað í gangi? Já, það pínlítil saga bak við það. Þegar við keyptum íbúðina sem við erum í núna við fjölskyldan, þá fylgdi þar með íslensku fáni. Og það enda lítil fánastöng út í garði, en ég hef aldrei sett þennan fána upp á fánastöngina og hann bara búinn að vera 15 ár upp í skáp, þessi ágæti fáni. Já. Og svo gerist það hérna á mínu vinnustað að það kom upp miklu vandamál og allt tekið, allar bækur og allt saman sett niður í kassa og hérna einhvers staðar niður í geymslu og við megum ekkert taka þetta alveg strax tilbaka. Þannig að það bara tómar hillur hérna og stað fyrir að hafa þessar tómu hillur hérna bara gapandi fyrir aftan mig, þá ákvað ég kom bara með fánan. Og hann nú náttúrulega mjög fallegur. Hann það, sko, íslenski fáninn, það ekki spyrja því þó að því miður ýmis konar öfl séu búin að taka nánast í gíslingu en hérna. Já, það gaman að flagga honum. Það svona hinn ástæðan fyrir því ég með þennan fána hérna. Já. Að þetta svona uppreisnar tilburðir hjá mér. Það eru fleiri sem eiga þennan fána heldur en einhver sérstök stjórnmálaflokkur á Íslandi. Já, gott. Svo koma fleiri fánar eða eitthvað? Já, ég var mjög til í að vera hérna með úkraínska fánan líka. Já. Til stuðnings. Ég sjá til með það. Sjáum til með það. En við ætlum að tala heimsókn Pútíns til Xi, leiðtoga Kína. Og hann ekki titlað sem forseti eða aðalritari eða hvað hann titlaður? Hann nú með margs konar hatta en svona alþjóðlega, hann forseti. Já, alþjóðlega hann forseti Kína. En segðu mér eitt, nú notum við alltaf ættarnöfnina á þessa leiðtoga eins og Trump, Macron, Starmer og allt þetta lið. En svo segjum við alltaf Xi, sem fyrsti hlutin af nafninu hans. Hvað heitir hann aftur? Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping, já. Já, það nú bara vegna þessara, það bara sama og á öðrum stöðum að við köllum að Xi, að Xi ættarnafnið hans, en það rétt að það kemur fyrst í hérna nafninu því að þannig reglan í Kína eða þeirra hefð að nefna ættarnafnið fyrst og síðan eiginnafnið. Já, það það eins og Trump Donald. Já, nákvæmlega. Já, það var kínverska vísu. Já, en þetta ekkert vitlaust að kalla Xi því það ættarnafnið hans. Já. Og erum við að bera þetta þokkalega rétt fram? Já, þetta nú tiltölulega þægilegt í framburði. Xi nú bara svona, ekki minni Xi. Xi, akkurat. Já, Xi, það ekkert svona neitt X eitthvað. Nei, það engin sérstök blástursljóð sem þarf að vanda sig við. Þetta bara mjög plain. Bara Xi. Já, þannig að það auðvelda mikið. Já. Það alls konar kínversk nöfn sem verið að misnota í framburði, en þetta ekki eitt af þeim. Nei, þannig við erum bara þokkalega heppin að hann heiti þetta. Já, nákvæmlega. Já. Hann tók á móti Trump og við vorum að gera svona smá myndbandu þar sem vorum að ræða það. Síðan nokkrum dögum seinna þá kemur Pútín. Og hvernig tók Xi á móti Pútín? Já, hann tók nú bara svona kurslega á móti honum bara, eins og venjan það var þetta klassíska svona, það móttöku athöfn við höll alþýðunnar og það sem heiðisvörður stendur og svo eru börn með fána og annað slíkt, hleypt af fallbyssum og svona, þetta nú bara svona klassíska. Var þetta sambærilegt við Trump heimsóknina? Já, það sá hluti var algjörlega sambærilegur og bara svo sem við flesta leiðtoga sem komið til Kína. Þess vegna Atli Halla hafi ekki líka fengið eitthvað svipað þegar hún fór þarna í fyrra. En það sem eftir fylgdi var svona aðeins lágstemmdara. Það var ekki verið að stróla í í himneska hofinu eða Xi bauð honum ekkert í te heim til sín. Þannig að það var svona bara svona klassísk meðferð sem maður fékk og hann komið náttúrulega oft og náttúrulega reglulegur gestur ég held bara nánast einu sinni á ári. Já. Þannig að þetta svona kannski þurfti ekki að vera að hafa sérstaklega við það. Já.
Sko, ef við ræðum bara aðeins hvernig staðan á þessum þjóðum og á sambandi þessara þjóða, Rússlands og Kína, þá sér maður þetta einfaldlega þannig að Rússland ríki á niðurleið. Það einhverju 140 milljón manns þarna, en það farið frekar fækkandi. Og eftir að ríðast inn í Úkraínu þá bara þetta ríki búið að koma sér í mjög mikil vandræði og maður getur ekki alveg séð að þetta sé eitthvað stórveldi þanniglega séð. Þetta reyndar mikill landmassi og svo þessi kjarnorkuvopn. Að öðru leyti þetta bara sambarlegt við svo, ég veit það ekki sko, Japan, Suður-Kóreu og eitthvað svona lönd. Og reyndar með landsframleiðslu langt fyrir neðan bara lönd eins og Frakkland og Bretland og lönd í Evrópu. Svo það Kína sem náttúrulega vaxandi, þótt að sé smá hikst í hagvextinum núna, ef ég skil rétt. Og ég nú svolítið skeptískur á að sé nú einhver óskaplegur vinskapur beint þarna á milli, en hvernig sér þú þetta og hvernig sér kínverska þjóðarsálin þetta og hvernig sér Xi þetta? Þetta eru stórar spurningar. Fara inn í kollin á Xi. Sko, það náttúrulega alveg ljóst mál að hafi heldur betur snúist við svona gæfa þessara tveggja landa, má segja. Þegar þau byggðu upp svona uppalega sitt svona vinarsamband kringum 1950, þá var náttúrulega augljóst hver var stóri bróðir, hver var litli. Akkurat. Þetta hefur náttúrulega snúist bara snarlega við og sérstaklega náttúrulega bara síðustu árum náttúrulega, eins og við þekkjum. Sko, eitt af því sem hefur svona verið svona áhrifavaldur sem valdið því að samskiptin hafa verið svona góð, þetta er náttúrulega nauðsynlegt fyrir Kínverja að hafa góð samskipti við Rússa, því að þetta eru nú held í lengstu landamæri hugsanlega fyrir utan Mongólíu sem hafa við nokkurt land og náttúrulega mjög mikilvægt fyrir þá að vera með góð samskipti. Það náttúrulega var skelfilegt fyrir það að vera með stjórnvöld í Moskvu sem væru þeim svona óvinveitt. Það var nú hálfgerður óvinskapur þarna á tímabili í kalda stríðinu. Já, var ekki með þess að stríðum einhverja eyju þarna í einhverja á. Það voru skærur þarna sem voru í gangi sko þarna inn kringum 1969 minnum með hafið. Og sem að bara virkilega var töluvert mikil ógna fyrir að Kínverjum fannst allavega. Og náttúrulega svo við þekkjum þá sögu, svo leitið það náttúrulega til þess að Bandaríkjamenn sá tækifæri til þess að þá að tala við Kínverja og svo saga svo endaði alls saman. Reka fleyg á milli Rússa og Kínverja og ná Kínverjum nánast yfirst í sín. Algjörlega sko, það náttúrulega var strategískt mjög mikilvægt og á þeim tíma. Þannig að algjörlega, þannig að þetta er ekki sko bara dans á rósum og allar söguna, svo þekkjum náttúrulega söguna bara fyrir það, meðan að Kína var frekar veikt land og Rússa náttúrulega tóku yfir stór landsvæði í austurhluta Síberíu og upp norður á Kína, þannig að það er svo fjarri því að það sé eitthvað svona sögulega sé þetta bara náttúrulegir vinir. En eins og staðan núna þá vilja Kínverjar náttúrulega hafa góð samskipti við Rússa og þau eru það sannlega eins og staðan núna. Á svona praktískum ástæðum og svo náttúrulega líka bara vinskapur á milli leiðtogana tveggja held ég að sé líka einn þáttur sem að svona hjálpar töluvert við að halda þessum góðu samskiptum. Því ég held að þeir kalla nú alltaf hvern annan sko kæri vinur og hlis sem að ég held nú að Xi kalli nú engan annan þjóðarleiðtoga því nafni. Þannig að það er náttúrulega á milli þeirra er greinilega einhver þráður sem er sterkur. Sem er náttúrulega til að hjálpa. Þannig að Þeir eru jafn gamlir, er það ekki? Jú, þeir eru svona á svipum aldri. Ég man ekki alveg hvort það munar 1 ári á þeim eða þeir eru svona komnir aðeins á 8 aldur, báðir tveir. Þannig að þeir eru þó að auðvitað bakgrunn þeirra og æviskeið eru náttúrulega mjög ólík en þá eru þeir af sömu kynslóð og eru svona, hafa kannski í gagnvart heiminum, þá hafa þeir svona ekkert ósvipaðar skoðanir, einhver leyti. Er Xi líkur Pútín sem persónuleiki? Nei, það held ég ekki og það ég held að þessi mörgluti mjög ólíkir.
En það eitt sem hefur sko, Pútín nefnilega hefur í Kína hefur hann alltaf tíð verið töluvert vinsæll. Og og það kemur nú kannski að því, sérstaklega svona þeir sem eru svona róttækari gagnvart því að finnst að Kína sé veikt gagnvart Bandaríkjunum og Vesturlöndum og þá hefur Pútín alltaf verið þessi, eða allavega svona fljótlega eftir að var forseti, kannski sérstaklega eftir 2008 væntanlega. Já, eftir að hann var forseti aftur kannski fyrst og fremst. Já, akkurat sko, en við erum svona kannski miðuð þarna við 2007-2008 þegar að flutti þessa frægur að þarna öryggisráðstefnu München sko, þegar hann svona bauð Vesturlöndu byrgin og fór náttúrulega að standa í öllu þessu stríðsbröldi sín út alla jarðir. Að þá sko fannst mörgum í Kína hann vera svona ímynd þessa sterka leiðtoga sko sem að lætur ekkert segja sig fyrir verkum og býður svona Vesturlöndum byrgin og þannig að þessi róttæku öfl kannski getur við sagt við Kína sem að vild hafa verið harðari svona í utanríkisstefnu þá mjög mikið litið upp til Pútíns alla tíð. Þannig að hann töluvert vinsæll, var vinsæll skulum við segja, stjórnmálamenn í Kína. Það hefur þetta breyst mjög mikið núna út af þessu Úkraínustríði og hvernig það hefur náttúrulega þróast. Þannig að nú orðið er kannski ekki eins mikla vinsældir eðlilega því þetta náttúrulega maður sem eins og lýstir áðan sem náttúrulega að draga þjóð sína bara niður í svaðið. En hvernig líta þá Kínverjar á svona þessa ákvörðun hans að ráðast á Úkraínu og slíkt? Hvernig þykir þetta svona réttmætt eða þykir þetta bara fyrirlitlegt athæfi? Það nú bara mismunandi eftir held ég viðkomandi talar. Mér finnst nú samt sko svona tónninn finnst mér svona eins og bara á hvað sem það auðvitað náttúrulega er opinbera fréttaveitur, þær eru náttúrulega bara með sína útgáfur sko og það er náttúrulega svona sambland af svona whataboutisma og þau að NATO hafi verið að færa sig austar og þetta væri eðlilegt að Rússar bregðu svona við, svona dálítið í það áttina. Já. Áðins þó að kannski endilega að því þeir náttúrulega Kínverjar hafa náttúrulega gefið sig út fyrir það að vera bara hlutlausir í þessu stríði og svo kannski endilega gefa það út að þetta sé alveg korrétt ákvörðun og hafi verið rétt mætt hjá þeim sko. En svona ef maður kíkir á þjóðarsáluna svona samfélagsmiðla þá svona, má segja þetta margs konar raddir en það eru líka mjög sterkar raddir sem hafa samúð með Úkraínumönnum og finnst Rússarnir náttúrulega eðlilega hafa gengið langt og ekki síst náttúrulega vegna þess að Kínverjar hafa þessa sögu, þeir voru náttúrulega hernumdir af Japanum fyrir og í seinni heimsstyrjöldinni þannig að þeir þekkja og sú saga náttúrulega hún er höfð uppi við mjög mikið af bara stjórnvöldum og þannig að þeir geta alveg sett sig í spor Úkraínumanna og þess vegna mjög margir sem að lýsa því bara annað stuðningi eða svona fordæmingur á Rússum fyrir að gera þetta. Og svo náttúrulega hefur bara við þekkjum hvernig stríðsreksturinn hefur gengið hjá Rússunum þannig að það er náttúrulega líka verið að gera grín að þeim og svona fyrir það allt saman. Já, það er svona að þeir hefur ekki aukið hróður þeirra og þessi vopn sem þeir áttu og voru að selja út kvippin og kappin, hann var reynst hálfgert drasl og þannig að það svona kannski ekki tvörða að þótt að ýmsir fara að spyrja alls konar spurninga þetta land. Já, maður finnur það alveg sko að þetta er náttúrulega eins og þú lýsir þessu sko að þetta náttúrulega hefur það er orðið mjög, þetta er ekki jafningar núna fjarri því og það hefur náttúrulega bara snarbreyst núna þessum nokkur árum sko. Já. En það gat sjálfum sér ekkert annað gerst sko ef þú ert með land þar sem búa 140 milljónir og síðan sko land þar sem búa sko 1400 milljónir. Einmitt. Já, það gat náttúrulega aldrei enda nema á annan veg sko hlutföllin, valda hlutföllin þar á milli. Já, það er svo sem bara segir sig sjálft. En sko þeir hittust þarna og skrifuðu undir einhverja alls konar samninga og ég hef nú ekki heyrt að þetta hafa nú verið eitthvað sérstaklega merkilegi samningar eða eitthvað sem eigi að beina athyglinni eitthvað að en það er allir uppteknir af því að það virðist ekkert hafa gerst varðandi þessa gasleiðslu, hvort þetta er kallað eitthvað Síbería 2 eitthvað gasleiðsla frá Rússlandi til Kína sem Rússar er nú eiginlega búin að sækja á í 10-15 ár að vera gerð og ég veit ekki hvort að
það sé rétt með þetta að líta á það sem svona aðalatrið hvað gerist ekki en sko, já, það virðist ekkert annað að sjást heldur en að það sé mjög mikill vinskapur og mikil samstaða milli þessara þjóða. En ég svona alveg að spyrja mig spurninga hversu djúpt það ristir og einmitt sko þetta mál með þessa gasleiðslu ágætis svona ágætis atriði til að hugsa aðeins út frá. Ég held bara hreinlega að tækifæri sé runnið Rússum úr greipum. Ég bara held að Kínverjar hafi minni og minni áhuga á því að fá gas frá Rússlandi hér eftir. Kínverjar eru bara að auka sína eigin orkuframleiðslu mjög mikið og allir þessi atburðir sem hafa gerst síðustu ár, og ég tala ekki þessir atburðir að lokast Hormúzsundið og 20% af allir olíu í heiminum bara hættir að koma. Það bara sýna öllum þjóðum, við getum ekkert verið háð einhverjum öðrum og getur Kína treyst Rússlandi eitthvað betur heldur en einhverjum öðrum. Eins og þú segir, sagan nú upp og ofan í samskiptum þessara þjóða. Þannig ég held að það sé svona eiginlega bara tvennt sem knýr á að Kínverjar hafa minni áhuga á þessu heldur en áður. Annars vegar þetta aukin áhersla hjá öllum að vera sjálfum sér nógir orku og vera ekki að fá hana í stórum stíl frá öðrum. Og svo bara þetta að Kínverjar, þeir eru búin að ganga fram alveg af ótrúlegum krafti í því að setja upp sólarorkuver, fara yfir í grænu orkuna, já sérstaklega sólarorkuna, og þeir eru líka búin að gera alveg gríðarlega mikið í vindorkunni og eru með sín eigin fyrirtæki sem að framleiða vindmyllur og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég bara spyr mig hvort að þeir líti á það þannig að þeir ætli bara að fá orkunni sína þannig og ekkert vera að fá hana frá Rússlandi. Og við þetta að bæta að það nú á borðinu og ég held að framkvæmdir séu hafnar við Vatnsaflsvirkjun í Tíbet, þar sem einhver tekin og hún látin sko vatnið notað í fallaði sem 2000 metrar. Já. Og þetta ekki ein virkjun, þetta eru nokkrar virkjanir á leiðinni. Enda sko þrýstingurinn væri orðinn svo gríðarlegur á 2000 metrum. Það þyrfti örugglega, ég veit ekki hvað þykk stálröð til að halda þeim þrýstingi. En framleiðslugeta þessara virkjunar á að vera 300 terastundir. Og til samanburðar þá stóra virkjunin í 3 gljúfra stíflunni 100. Þannig að þessi á að skila 3 sinnum meira. Já, það er ekkert annað. Og til samanburðar við okkur hérna á Íslandi, við erum að framleiða 20 terastundir og þetta þessi eina framkvæmd á að gefa 300. Já. Og við erum að nota sko 20% svona fyrir okkur sem landa af því sem við erum að framleiða. Þannig að við svona erum að nota svona 4 terastundir. En auðvitað eru Kínverjar náttúrulega svo margir að sumir myndu segja að þetta væri dropi í hafið, en það ekki alveg þannig það sko. Þetta mjög stórt að það komi 300 terastundir bara á einu bretti sko þegar þetta sett í gang. Já, þetta alltaf gríðarlega stærðgráður, svona eitthvað sem getur alltaf ímyndað sér sko. Og svo ætla ég að koma líka svona svolítið glannalega kenningu. Ég held að Kínverjar hugsa þetta líka bara þannig að þeir vilja ekkert vera að kaupa mikið frá Rússum. Þeir vilja bara miklu frekar að Rússar kaupi á þeim og helst bara sem mest. Og það verði bara ekkert grátið þótt að Rússar sko verði alltaf skuldur í Kínverjum. Og svo bara einhverjum tímapunkti þá verði bara sagt, já, Rússar, þeir skulda okkur alveg fullt og þeir bara geta ekkert borgað þetta. Og eins og ég segi, ég held að Rússland sé svona land á niðurleið, þannig ég ekkert sem að þeir hafa meiri getu til að borga í framtíðinni. Ég skal ekki segja, erfitt að segja það. En á einhverjum tímapunkti verði þetta bara sagt að þeir skulda okkur fullt og þeir geta ekkert að borga þetta. Já, við tökum bara þetta land aftur sem við vorum með hérna fyrir norðan landamæri, nú þetta landamæri.
tökum það bara upp í skuldir. Og hvað gerist þá? Hvað ætlar Rússar að gera þá? Ætlar að fara í stríð við Kína? Það þýðir ekkert að vera með einhverja kjarnorku hótanir þá. Og Rússar hafa náttúrulega ekkert í Kínverja í einhverju hefðbundnu landhernaði. En ég hugsaði bara, það gerist ekki neitt. Og eins og þú varst að hafa eftir einhverjum kínverskum hernaðarspekingi fyrir alda, væru best stríðin sem aldrei þyrfti að berjast í. Já. Ég get alveg trú að þetta myndi gerast á þennan hátt og það einmitt yrði ekkert barist. Nei. Já, og það er svona umtalað að það var gefið út nýtt landakort þarna í Kína fyrir einhverjum missurum síðan. Einmitt. Það sem var búið að setja einu öll kínversku örnefnin á þessu svæði Rússlandsmegin sem einu sinni voru undir Kína. Já, já. Vladivostok var orðin Sæbjúgnaflói. Já. Þannig að það var svona, áhugavert landakort sem var, ég hef ekki setja landakort, þannig ég þorði ekki alveg að segja hversu algengt það var, en jú, það var einhver umræð þetta. Já, ég ætla að vona að þetta sé ekki bara saga. Já, nei, ég held að þetta hafi nú alveg verið raunverulegt, en það held ég nú ekki fara að fluga öðruvísi. En þetta já, þú vart með áhugaverða kenningu, sem að maður nú heyrt þessu fleygt aðeins, að þetta sé loka markmiðið sé bara að ná þessi landsvæðum aftur af Rússunum. Ég held að varandi orkuna og bara almennt viðskipti landana þá náttúrulega þau eru augljóslega eins og svo hjá mörgum löndum gagnvart Kínverjum að það hallar á og mun halla meira og meira á Rússana og eins og lýstir þá það helst bara þessir það er olía og gas sem þau geta selt inn, það er nú ekki mikið meira samvilt. Já, þeir hafa mjög lítið að selja sko. Já, sem fara frá Rússlandi og náttúrulega ef að Kínverjarnir eru eins og þeir eru náttúrulega mjög tregir að eins og nefndir sko að samþykkja þessi leiðslu og reyna að pína þá í ykkur lág verð og þá Rússarnir byggja leiðsluna og eitthvað svona, ég þekki það ekki alveg í smáatriðum. En það bendir náttúrulega til þess líka þá að þeir séu ekkit svo æstir í að fá þetta gas, þeir þurfi kannski ekkit sérstaklega á því að halda og eins og að nefna bara hvernig gríðarleg uppbygging hefur verið í þessum grænu orkuinnviðum hjá þeim. Já. Þannig að hugsanlega mun þetta bara fjara út smá saman og ég veit sko núna staðan þannig milli varðandi olíu og gas, viðskipti Kínverja við umheiminn að 20% af þessu kemur frá Rússlandi núna og það svona allavega að segja sérfræðingar margir að það sé svona sársaukar hjá Kínverjum, þeir vilja helst ekki vera sko háðari neinni þjóð meira heldur en það. Já, þannig að þeir munu örugglega ekkert koma meira þeim og svo náttúrulega bara væntanlega fjara þetta smá saman út. Kínverjum heldur minnkar hagvöxturinn í Kína og þeim fækkar frekar þannig að orkuþörfin hún verður kannski ekki svona gríðarlega mikil eins og hefur verið sko. Mettast kannski eitthvað aðeins svona. Já, mettast aðeins. Það ekki nóga eins og þetta hefur verið sko hingað til að bara öll þessi nýja orka, hún sé bara sko þessi viðbót sem þurfti til þess að til þess að fæða þessa framleiðsluvél sem Kína er. Allar nýju borginnar og allt það. Já, algjörlega sko. Já. En þannig að sko, þannig að hugsanlega mun þetta raungir eftir að það verður bara minna og minna sem að Rússar geta selt þeim og menna að Rússarnir vantilega treysta mjög mikið sem margar þjóðir og sérstaklega þó núna þegar þeim eru flestar leiðir lokaðar gagnvart vestarænum varningi þá eru Kínverjarnir sterkir inn. En sko ég veit ekki sko núna staðan þannig að Kínverjar hafa sko keypt upp dálítið land á þessum svæðum sko þannig að þeir eru þegar komið með tölur ítök þarna. Þannig að það er spurning bara hvort þau þurfa yfirleitt eitthvað að taka þetta yfir hernaðarlega. Þessi er ekki bara smá saman svona sem að þeir bara með svona efnahagslegu styrkleika náðu þessu bara svona án þess kannski að færa landakortið endilega sérstaklega mikið. Já, það er spurning. En þú ert þá bara að tala um svona sko einkaeigendur á landi. Já, akkurat. Já. Því að þetta er náttúrulega mjög, þessi svæði sko, ef þú skoða landamærin þau eru náttúrulega mjög strjálbýl Rússlandsmegin en tiltölulega þéttbýl Kínamegin. Já. Þannig að það er náttúrulega augljóslega mikið misræmi þar á milli þannig að það er svo sem fáir Rússar á þessu svæði til þess að spyrna eitthvað á móti.
Já, og ég veit ekki hvaða þjóðir voru þetta áður að Rússandir komu, sko. Þeir náttúrulega voru Nei, ekkert þarna fyrir einhverjum nokkur 100 árum. nei, já, og örugglega eru þarna á sig, þekkir þetta nokkulega þetta svæði, en örugglega náttúrulega eitthvað af þessu fólki þarna, bara svona þetta upprunalega fólk. Og væntanlega einhverju Kínverjar líka, eða hvað, sem Jú, voru jú, þarna. Eða voru þeir allir reknir burtu á Já, sín tíma? þjóðir sem voru þarna, sko, þetta eru, jú, má segja þessi Kínverjar, en svona allavega kannski einhver minnlíta þjóðir í Kína, einmitt, sem voru þarna. Já. En hérna, ég, eins og segir, sko, það nú fleiri svona að nefna eitthvað þess átt. Ég heyrði til dæmis gær nokkuð frægan blaðamann breskan, heitir hérna Philip Ingram. Það nú verið hér og þar, var hjá Times Radio en svo sá ég hann var komin hjá Sun í gær og var að tala um þetta. Og hann var einmitt að vitna í það, sko, að þetta strandaði á þessari fjárfestingu, hver ætti að hérna fjárfesti þessari leiðslu og það er eiginlega alltaf verið talað um að það væri Kínverjar. Einmitt. Og hvað fáum við þá í staðinn fyrir það að fjárfesti þessari leiðslu, spyrja þeir sig, sko. Og hann var að vitna í einhverja kínverska álitsgjafa sem voru að segja að hérna, kannski endaði það bara þannig að leiðslan yrði borguð með því að Kínverjar fengju land. Eða var einhver landaskipti, sko, á milli Rússlands og Kína. Já. Og þá skildi ég að þannig að það yrði þá eitthvað sem væri bara gert svona í góðu. Já. Og eins og þú ert eiginlega að segja, sko, ef Kínverjar eru farnir að kaupa land hinum megin og svo gerist það einhvern veginn svona í góðu. En hérna, já, ég nefnilega held að, sko, Rússar muni uppgötva það einhvern tímann að öruggustu landamærin þeirra eru að Evrópu. Já. Og Kínverjar sé nú engin sérstakir vinnir, þeir hafa nú bara fyrst og fremst áhuga á því að ná sér í þessar auðlindir og land sem Rússar ráða núna yfir. Já, það svona bendir allavega allt í þess því að eða það væri svona einstaklega mikill vinskapar á milli þessara þjóða eins og þeir svona leiðtogarnir og auðvitað svona opinberlega gefið í skyn að þá ætti þessi leiðsla náttúrulega að vera hérna, Kínverjar ættu nú þá að drífa að koma þessi leiðslu í gang og hérna fara að bjarga vinnunum, sko. Þeir náttúrulega geta ekkert selt gasið sitt núna neina áttu, það er bara raun. Þeir veikja Rússa með því að gera það ekki. Já. En ef þeir myndu gera þetta, þá væri það að styrkja þá. Eins og maður væntanlega vildi gera, ef maður vildi einhverjum virkilega vel. Já. Eins og við viljum styrkja að hérna Úkraína aukist að styrk og allt það og viljum hérna byggja þeir upp þegar stríðið er búið og allt það. En þetta verður, sko, merkilegt ef eitthvað svona fer að gera, sko, því þá mun Rússar væntanlega koma til Vesturlanda og leita til stuðningur. Já, akkurat, sko. En sko Þannig maður veit ekki, en þetta er nú svona kannski, ég myndi nú halda þetta sé nú frekar hérna, þetta sé nú kannski, þetta sé ansi langsótt, sko, en jú, þetta er ekkert svo sem kannski verið en hvað annað, það er hérna má alveg einhver leyti fara ykkur í þessu. Já, þetta er glannaleg hérna kenning, að maður skjóta hana niður. Akkurat. En er eitthvað fleira sem við viljum ræða þarna þá félaga í bili? Hérna, já, það er spurning, sko, ég meina það er náttúrulega, eins og ég nefndi, sko, þá náttúrulega hittastir ansi reglulega, þeir hérna, þannig að þetta er svona, ég held hafi nú, sko, ég held að þetta sé nú svo leiðtogi sem að hafa hann hitt hvað oftast, örgulega. Já. Þannig að þetta er svona, hérna, mjög, þetta kannski ekkert sérstaklega, þykir ekkert sögulega merkilegt raun að þeir hittast, þetta er alltaf gerast reglulega, en það er svona líka skýri kannski hvað sem þetta var nú svona lágstendar allt saman heldur hjá Trump. Já. Þannig að það kannski, það er ekkert að lesa þannig að þetta sé einhver vanvirðing við Pútín eða slíkt, ég held að sé nú bara hérna, þetta er svona bara eins og er að gerast hverju árið þannig að. Já. Og eins og hafi nú komið, eins og ég nefndi nú hann að síðast þegar við vorum að tala um Trump, heimsókn Trump, sko, þá hafi einmitt sagt að Trump spurði hann hvort einhver hafi heimsótt hann heim til hans, að hann sagði, jú, Pútín hafi komið þarna einhvern tímann. Já, ekki fleiri. Ekki fleiri, nei. Nei. En svo eru þeir ofta að tala um þetta að hérna búa til, sko, New World Order, eins og þeir kalla það. Það er nýja svona heimskipan. Og leggja niður þessa ósanngjarnu vestrænu heimskipan
sem eiginlega voru nú fyrst og fremst Bandaríkjamenn sem bjuggu til þessar Sameinuðu þjóðirnar alltaf. einmitt. En við þurfum nú að ræða það aðeins í sér vídeói, hvað það þýðir. Já, já. Það löng umræða sem að kannski Já. þarfnast sér við þurfum að taka það sérstaklega fyrir Jón. Já, við þurfum að gera það og ég já, það ýmis viðvörunarljós sem vakna þar, eins og ég sé það. Já, já, algjörlega, það er bara margir áhugaverðir vinklar á því, myndi ég segja. En eigum við þá bara að segja þetta gott Xi og Putin og þeirra Er það ekki? hitting? Ekki nema að hafa eitthvað við þess að bæta? Nei, ég man ekki eftir ég vilji bæta við neinu þetta sko. Nei. En sko, eins og þú segir, þeir eru kannski vinnir og allt það og þeir eru orðnir 73 eða 4 ára, ég maður ekki og einn daginn eru þeir báðir farnir í sjónvarpssviðinu og þá koma einhver aðrir og það er ekkert alveg sjálfgefið að samband verði jafn gott þá og aðstæður breyttar. Algjörlega. Og ég ætla að standa þessa kenningu að Kínverjar líti hýru auga til þessara landsvæða sem þeir áttu og ef ekki meira og svona bíða eftir tækifæri til þess. Já, það er alveg möguleiki þó að ég sé frekar skeptískur á það, þá er það alveg möguleiki. Heyrðu, eigum þá bara að segja þetta gott í dag? Já, hljómandi, bara takk fyrir spjallið. Þangað til að við hittumst aftur og tölum eitthvað annað. Já.